Jæja, velkomin á Íslandsmeistaramótið í grjótglymmu 2026. Við erum að fylgjast með hérna úrslitunum í U17 karla og það er núna skoðunartími í gangi og keppendur fá 8 mínútur til að skoða þessar 4 leiðir, 2 mínútur á hverja leið og þeir hafa aldrei séð leiðirnar áður, þannig að núna eru þeir að stúdera hvernig þeir ætla að klúðra þér. Ég heiti Laufey Rún Þorsteinsdóttir og ætla að vera með ykkur í dag og hver veit, kannski fæ ég góða gesti hingað til mín. Og við ætlum að leyfa ykkur bara að fylgjast með keppendum, skoða leiðirnar í nokkrar mínútur í viðbót og svo kem ég aftur til ykkar.
Jæja, þá erum við að fara að hefja umferðina. Eins og ég sagði áðan, þá heiti ég Laufey Rún Þorsteinsdóttir og verð að lýsa hérna og með mér er... Mundi. Ég heiti Mundi. Ég verð þetta líka. Já, hann heitir ekkert meira en Mundi. Nei, ég heiti Guðmundur Freyr. Svo það sé nú haft til haga. Já, herðu, og núna þá hérna er fyrsti keppandi að fara fram á dýnuna. Þetta er hann Benedikt Nóel Hinriksson. Og fyrsta leiðin, herðu, hvað segir Mundi? Hvernig líst þér á þessa fyrstu leið? Hún er smá skeri, sko. Já. Mikið af nótækstjór. Þau eru að stíga þarna á grip með einhverja áferð. Sleipi fætur, já. Þetta var nú svolítið sniðulaust með þessum tákrók. Mjög snyrtilegt. Og komið með því hjá honum. Já, fyrir vel. En nú kemur síðan þessi bleiki fótur, hann er ömurlegur, sko. Já, og hann er mjög lítill, en hann fær svona smá grip undir sig, þannig að þeir reyna að gera hann aðeins betri. En ekki mikið, já. Og lyfta hann aðeins upp, en það er svolítið erfitt að bara hafa trú, sko. Þetta er svona fótur sem á bara að stíga á trú, en hann er aldrei að fara að gefa mann neitt mjög mikið, sko. Nei, og við sýndum svona smá eins og að Benedikt, hann var ekki alveg að treysta honum. Hann svona ekki fully committað í þessu hreyfingu. Nei, leið og þetta er svona fótur sem finnur ef þú ert hræddur, sko. Já, hann veit af því. Og spýtur hann af, já, hann finnur það alveg bara í nokkra kílómetra fjarlægð, sko. Já. Já, umferðin í dag er svona rúllandi umferð og við sjáum hann að klukkuna niður í horninu, þannig að Benedikt á eftir 2,5 mínútu af tímanum sínum. Það voru 4 mínútur í heildina. Svo eftir það fær hann 4 mínútur í pásu og þá kemur annar keppandi inn. Og svo rúllar þetta áfram, þannig að Benedikt síðan eftir 4 mínútur pásuna fyrir leið nummer 2 og svo heldur þetta áfram. Þannig að við byrjum frekar rólega. Já, en svo verður aðeins meira aksjón hérna í gangi eftir smá stund bara. Já. Þannig við sjáum hann aftur komin í hreyfinguna sem hann datt aðan. Þeir eru Gaston núna, spurning hvort hann á að koma hægri fætunum eitthvað ofar til þess að stíga á móti þessu grifi. Annars þarf hann að fara þetta í hratt, sko, í þessa báðu grænja. Já, ég eiginlega ráð fyrir að leiðismenn hafa reynt að koma í veg fyrir að hann gæti farið svona hægt í þetta. Nei, heyrðu, ég held að hann notaði olbón. Hann bara... Já, hann náði að djamma olbónum. Ok, vel leist. Mjög næsleg. Frábært, herri, þá erum við bara með 1,5 mínútu í pásu. Það er bara, við þurfum að bíða bara eftir klukkunni. Fer vel af stað. Fer mjög vel af stað. Og ég fylgdist reyndar ekki með undankeppninni hjá U17 í gær. Nei, ég náði ekki alveg að fylgjast með henni aldrei, sko. Nei. En ég var búinn að skoða úrslitinn. Já. Þetta var allavega hörku umferð, veit ég, sko. Já, akkurat. Og ráslistinn virka þannig að Benedikt var sjötti inn í úrslitinn. Þannig að hann var í rauninni með fæst stig úr undankeppninni að koma inn í úrslitinn. Og hann var með 93,9 stig og svo eins og svo sem er að komast inn með flest stig, hann Heimir, hann var með 159,8, þannig að það er Svolítið breytt bil hérna. Breytt bil. Það er alveg nokkra leiðir sem skilja þá að þarna úr undankeppni. Já, og undankeppni voru með 8 leiðir. Þannig að það var mest hægt að fá þar 200 stig. Og Benedikt, já, með 93,9. Já, með helming leiða. Já. Já, Benedikt, hann er að æfa hérna í Björkinni, þar sem við erum stödd núna. Og sömuleiðis Eyjólfur Árni sem kemur næstur inn. Já, þeir eru hérna heimamenn á heimavelli. Já, þeir eru heimavelli á nýja keppnisvagnum. Já, þetta er náttúrulega... Sem það fengur nýlega. Þetta er alltaf búið að bæta aðstæðan rosalega mikið þetta fyrir krakkana. Já, algjörlega, og bara keppnishald fyrir alla bara að það gera það líka, sko. Já. Kemur Eyjólfur. Hann er mættur, tíminn er farin í gang. Sjáum hvað hann gerir. Já. Spurning hvort hann noti tákróki líka. Já, það er mögulegt að þeir, sko, náttúrulega eru örugglega æfingafélagar þeir tveir, sko, þannig að þeir kannski hafa lesið þetta saman. Já, einmitt verið að spjalla saman leiðina. Kemur ekki á óvart. Nei,
Ok. Það fer ekki strax í tána. Nei. Það líka spurning, sko, einmitt, hvort að hann hefur bara þurft að gera aðeins hraðar, sko. Já. Standa bara alveg upp á vinstri fótinn. Þarna, nákvæmlega. Þarna, já. Þetta leitar út. Miklu betur út. Hann tekur þetta bara næstur. Já, klárlega. Já, fer hann aftur á stað. Og við heyrum alveg ískrið í sleipugripunum, gummið á hérna þessu skínandi. Þeir eru allavega að trúa, sko. Já. Maður þarf bara að stíga og því svona meiri kraft sem maður setur í þessi grip, sko. Því einhvern veginn betri eru þeir, þannig að því minna hræddur sem maður og því meira sem maður committar ofan á þessar hræddur, því betri eru þeir. Já, akkurat. Finnst þið mun eitthvað að þrífa skóna undir? Ég hef aldrei gert það, sko. Nei. Jú, það getur alveg minna, sko. Já. En þetta er svona það stór fótur að ég veit ekki alveg hvort það sé make or break í þessu tilfelli, sko. Nei, akkurat. En þetta er alltaf smá svona kunst með þessi sleipugreip, bæði þegar maður grípið þau og stíga í þá, sko, að það er náttúrulega maður svo rosalega háður því að einhvern veginn ná svona smá viðnámi, sko. Já. Þannig að það eru oft svona minnstur hlutir sem geta alveg skipt máli. Já, og þá er sérstaklega bara athyglin. Já, eiga verið líka að maður prófa eitthvað annað, að sleppa tákrökkum. Það nekla bara alla leið þarna upp í miðjuna. Já, neðan fyrir aftur í hann, já, ekkert mál. Komum miðjuna, búin að tína inn stíinn. Nú þarf einhvern veginn að losa þessa tá, sko. Já. Gerir það. Bara mjög styrtilega. Já, hann er bara stígur þarna og lokkar gripinu. Og hann var ekki búinn að ná að stíga út á litla fótinn. Nei. Hann erfiða litla fót. Það er ekkert mjög svona freistandi að stíga á hann þegar maður er í þessu. Nei. Maður er alveg svona tilbúinn að prófa bara eitthvað annað líka, sko. Já, akkurat. Já, núna er þetta bara eins og að drekka vatn fyrir hann. Já, þetta er svolítið þannig hreyfing, sko. Já. Þegar maður er komið með hana, þá er þetta ekkert stórmál, sko. Nei. Þarna var hann að reyna að stíga á bleika fótinn. Og mínúta fyrir klukkunni, þannig að hann er alveg séns í þetta. Já, hann er alveg 1-2 tilraunir eftir, sko. Pípi klukkan, mínútur eftir og það fyrir áttur. Já, bara öruggur núna. Sjáum hvað hann gerir núna, hvort hann reyna að fara alla leið. Já, hann ætlar bara að reyna að mössla þetta, bara grípa. Það er eina áferð. Þetta er örugglega hægt, en þetta er örugglega mjög erfitt. Já, og mér sýnir sko, þetta hægra grip til dæmis, það snýr svona pínu hallar aðeins svona niður. Einmitt. Þannig að það er örugglega erfitt að grípa í það svona. Já, maður þarf að kreista mjög fast þarna á milli til þess að ná að halda sér annars vegar með þessu fæti, sko. Já, en Eigi heldur áfram að reyna. Nú fer tíminn að renna út, nú eru góðra til. Já, síðasta tilraun líklega til að reyna á toppnum. Hvað gerir hann? Já. Nei, ég verð að segja að mér fannst hann heldur ekki nálægt að vera að grípa þetta svona. Þetta var... Nei, þú veist, þó maður sé komin í gripinn að þá einhvern veginn til þess að lenda í þessari stöðu að þá, þú veist, það er bara ógeðslega erfitt held ég. Já. Af því að þessi grænu grip þau eru ekkert svo góð, sko. Nei. Herðu, nú er þetta að fara að rúlla áfram, þannig að Sævar Logi Andrason er komin í leið númer 1 og Benedikt heldur áfram og fer núna í leið númer 2. Já, nú er hann í fyrst skipti. Hún lítur út fyrir að vera svolítið mikið svona kraftaleið, sko. Já, hún er þarna í þessum mesta yfirhangi og ég skoða hann aðeins og það er líka svona puttahólur. Já, byrjar einmitt í svona puttahólum og svo koma svolítið svona slopey grip og eitthvað svona takbrókur, þannig að þetta er svolítið svona body tension og svona stór en léleg grip samt, sko. Já. Þannig að maður þarf alveg að ná einhvern veginn að halda spennu, þú veist, í gegnum líkamann og kreista svolítið fast, sko. Sævar komið strax með miðjustíginn. Benedikt. Já, Benedikt lítur sterkur út. Sævar kominn upp í miðju. Já, hann er að reyna að fara hægt í gegnum þetta. Ætla hann fatti olnboga jammið. Heyrðu, hann pressa sig hana. Já, notaðu þennan. Já. Listilega list.
Glæsilegt, það toppur. Já. Og í fyrstu tilraun, það alveg verðmætt. Þetta getur ekki byrjað neitt mikið betur en það, sko. Nei, og Benedikt hann snerti miðjuna þarna, sem ekki nóg til að fá stigin, en fyrir fyrstu tilraun þá er það bara nokkuð gott. Já. En þetta svona þessi leið í yfirhanginu af því að það þarf að nota svo mikinn styrk að þá eru keppendur líklegir til þess að hvíla aðeins lengur milli tilrauna. Já, hann að gera þetta bara nokkuð skynsamlega, sko. Hann átti þarna góða fyrstu tilraun og svo bara hvíla vel á milli áður en maður fyrir næstu tilraun. Já. Því að maður á bara einhverjar kannski 3 góðar tilraunir í svona leið á þessum tíma, sko. Akkurat. Það er bara þannig. Og ég myndi segja núna, þetta er U17 flokkun, þessi keppendur eru svolítið búin að læra þetta. Já, þau eru svona farin að mastera þetta, sko. Já, U15 flokkun, þá er svona líklega að maður sjái einstaka keppendur reyna aðeins oft í þessum bröttu leiðum og klára sig bara. Einmitt. En nú er alltaf komin bara með keppendur sem eru, þú veist, þó þau séu ekki eldri en þetta, þá eru þau bara orðnir reyndir keppendur mörg hver, sko. Já. Og búin að keppa marg oft og eru svona hægt og rólega einmitt að læra þessa strategíu sem fylgir þessu, sko. Já. Sem er eitthvað sem bara kemur svolítið með reynslunni. Já. Og það er ekkert mörg ár síðan í rauninni að þessir aldursflokkar fengu tækifæri til þess að æfa sig í þessum 4 mínútna formatum. Nákvæmlega, hvað þá að fá svona flotta úrslita umferð, sko. Já, bara, og það gerist allt bara bæði með betri leiðarsmiði og betri aðstöðu líka. Hann er mjög strategískur að hvíla þarna, sko. Já, ég held að þetta sé einu viti, hvíla bara núna og eiga svo bara eina góða tilraun í lokin, sko. Akkurat. Hvað gerir hann nú? Það er eitthvað lítið eftir á dampnum, kannski. Já, á svona svolítið þess að fara að reyna að velta fyrir. Miðju. Já, einmitt. Og þá getur maður mattsað þar og stíða honum. Orðið grjótglíma lýsir. Algjörlega. Já, þá fáum við í fyrstu leiðina Daniel Inga Andrason. Já. Með 2 kemur þá hann Eyjólfur Árni. Og núna erum það farin að færast ofar í stigaröðinni úr undan úrslitunum. Þannig að Daniel, hann kom inn í úrslitin með 159,3 stig sem er 0,5 stigum á eftir stigasta keppnina. Þannig að það er mjög mjótt á munum hérna í toppnum, sko. Þannig að það verður mjög spennandi að sjá þess að fyrstu 3 keppendur sem á alla hina, sko. Já. En Eyjólfur átti þarna mjög góða fyrstu tilraun og náði upp í miðju. Já, bara öruggur, sko. Daniel er komin í miðju í fyrstu leið. Stígur bara á fótinn eins og þetta sé frábær fótur. Já, ekkert mál. Geta flækið þetta? Nei. Já, öruggur toppur. Örugg. Það var vel leist. Já, aftur komin áfram. Nú flækist málina því þessi miðja er ekki svo góð, sko, nákvæmlega. Nei, og það er með þegar þú sleppir hann að hægri hendinni niðri þá þarf það að stoppa sveifluna eða með vekk fyrir að líkaminn sem í stað. Þessi miðja er svolítið svona directional, sko, hún er eiginlega bara góð ef þú ert hægri með hana. Já. Þannig að leiðu þú einhvern veginn sleppir hægri hendinni þá ertu ekki lengur með svona kompressjón á móti og þá bara flýgum það. Já, spýtir þér af. Það er svolítið hannig. Þannig að maður þarf einhvern veginn að láta fæturna svolítið vinna fyrir sig í þessari stöðu til þess að geta mattsað í þessari miðju. Sjáum hvað Eyjólfur gerir. Já, hann er búinn að tankla marga tilraunir. Hann lítur að vera orðinn svolítið þreyttur, sko. Já, og það er alveg rúma 2 mínútur eftir, þannig að vonandi tekur hann núna alveg 8 mínútur. Já, nú er bara gott tilefni til þess að aðeins að anda. Já. Hann bara busta gripinn og hann ná alveg góða tilrauninni, myndi ég halda, sko. Já. Hann er bara slægur, pállrólegur. Jú. Já. Já.
þetta erfitt með að koma fætur með það hátu. Já, þessi veggur náttúrulega mjög yfirhangandi sko. Já. Sést kannski ekki mjög vel á mynd en hann alveg 50 eða eitthvað 40-50 gráður eða eitthvað. Já. Það áttum ekki alveg. Nei, ég held að einmitt þetta á því bili. Já. Já, við sjáum það kannski aðeins frekar í sjónarhorninu sem að sýnir fyrstu leiðina. Hvað hann yfirhangandi. Já, þetta bara algjörlega hellir hann undir sko. Jæja. Nei, það svona aðeins komið smá þreyta í mannskapinn held ég. Hann búinn að ná ansi mörgum tilraunum á þessum 4 myndum. Já. Þannig að skiljanlega þetta farið að vera svolítið strempið. Já. En mér sýnist hann vera að búa sig undir eina loka tilraun. Já, 20 sekúndur. Hann þarf að klára þetta að fara af stað, já. Hann þarf að vera bara mjög svona skilvirkur og ekki klúra neinu. Nei, það var að komið. En hann fekk miðju. Já, það var bara mjög hratt, það var ekki bara fyrstu tilraun. Jú, mér minni það. Já. Það bara býsna gott sko. Já. Þá kemur inn í fyrstu leið Breki Einarsson sem var þá í öðru sæti í undankeppninni. Já. Sævar Logi Andrésson í leið númer 2 og Benedikt Nóel Hinriksson í leið númer 3. Já, nú sjáum við nýja leið. Já. Það alltaf gaman. Breki með svolítið langan faðm og hann ætlaði bara að reyna að teygja sig henni í gegn. Það kostaði hann stig, mögulega. Já, svona. Þetta stundum smá svona áhætta. Já. Hvort maður vilji reyna að brjóta bitað eða fara bara í það sem leiðasmiðirnir ætluðu. Já, einmitt. Sævar kom inn vel á veg í leið númer 2. Já, komist í leiðina. Sjáum. Hvað gerir hann? Já. Einmitt, svo þarf hann að ná að standa þarna upp í þetta grip. Já, lítur vel út. En þetta lokagrip ekki frábært. Já, hann að berjast aðeins hann fyrir þessu. Já, það toppur. Og Breki að komast í toppinn í leið númer 1 líka. Já. Toppar hérna vinstri. Já. Ég heyrði hérna út undir mér að dómari kallaði Breka niður. Hann byrjaði leiðin ekki alveg rétt. Já. Þannig að það eru hérna 4 teip. Við sjáum að þetta ekki alveg nógu vel í mynd, en það eru 4 teip og 1 fyrir hvora hönd og 1 fyrir hvort fót og hann þú þarft að snerta gripinn til þess að byrja löglega og hann gerði það ekki. Sem að kosta hann þá stig. Já, þá færðu þarna heila tilraun sem fer bara í vaskinn. Já. Og Benedikt í leið númer 3 þarna. Þetta svolítið stremur lélugur, þannig að þetta bara mjög Þetta er allt mjög erfitt. mjög erfitt byrjumstæða. En þetta lítur, já. Og eins og þarna sko, það náði ekki eins og að koma hægri fyrir. Já, það verður gaman að sjá hann leysa þetta. Ég held að Sævar sé að hann bara að æfa sig fyrir næstu leið. Það var með lokuð augun að sjá fyrir sér hreyfingar. Já, þetta eru bara hérna. En Benedikt fer af stað í líklega svona síðustu tilraun. Já, sko, þetta er strembið. Já, það er áhugavert að sjá hvernig þetta spilast úr þessu sko. Já. Ég gæti trú að þetta sé bara erfiðasta leiðin mögulega. Kemur ekki á óvart sko. Af þessum 4. Það gæti verið svolítið mikilvæg leið svona til þess að skera úr úrslitin. Já. Þá fáum við inn í fyrstu leiðina Heimir Steinn Svansson sem var í fyrsta sæti í undankeppninni. Já. Og Daniel Ingi í leið númer 2 og Eyjólfur Árni í leið númer 3. Leið númer 3.
Það var spennandi. Það er dettur hérna í fyrstu tilraun. Það er svolítið mikið af valmöguleikum í boði þarna. Þeir eru einmitt svolítið að eiga stundum svolítið erfitt með að ákveða hvað þeir vilja nákvæmlega gera. Já, ákveða og í rauninni, já, og bara committa í það. Executa, ekki að vera eitthvað að hugsa á leiðinni. Já, en Heimir, já, Daniel er bara strax komin í miðju. Ég held þessi leið sem hendi Daniel nokkuð vel. Gæti trúið því, sko. Hann lítur allavega vel út. Já. Komin í lokgrúfi, nákvæmlega, ekkert mál. Og Heimir er komin í miðjuna. Og Eyjólfur er hann eitthvað að velta fyrir sér þessi byrjun. Hún er strempin greinlega, hann er... Heimir fer bara hratt að inn í fót, þetta var vel gert. Tekur toppinn. Já, öruggur. Fyrsta leið ekki að flækja stóð mikið fyrir mörgum, sko. Nei, og hún er samt búin að tína alveg tilraunir frá keppendum, sko. En bæði þetta að detta hérna leiðin upp í miðju og svo líka í þessum sendingafla, sko. Já, einmitt. Og bara með því að svona hika aðeins eða taka ranga ákvörðun. Nákvæmlega. Ja, og Eyjólfur er ennþá í leið nr. 3 og já, hann kominn á stað en svo bara... Snýr hérna höndunum í raun hinsegin. Ég veit ekki alveg hvernig það er best að orða. Krossar þér einhvern veginn, eða, nei, já, Nei, sko, í staðinn fyrir að vera með hendunar svona framan á, þá, já, fer hann í raun svona notar þetta sem undirgripi eða, sko. Já, svo gæti alveg verkað. Það leit ágætlega út, sko. Já. En það er spurning hvort að þetta flæki aðeins málinn, sko, til þess að halda áfram. Já. Og þegar maður er í aðeins þá óþægilegri stöðu til þess að halda áfram hérna, sko. Já. Ein og 20 hérna eftir. Þessi byrjun er svolítið að þvælast fyrir mannum. Það er alls ekki augljóst hvað er best að gera. Hún virðist bara að vera nokkuð strempin. Þarna nær hann að byrja, já, ok. Þetta allavega nálgast svona í rétta átt hjá honum. Og hann er með snýru úr lúðunum það inn eins og þetta sé undirgrip í rauninni, sko. Og hann verðist alveg geta hreyft sig úr sér stöðu, þannig að þetta gæti alveg gengið hjá honum. Gæti alveg gengið? Já. En maður sér þarna, þú veist hvað þessi fótur er lélegur, sko. Já. Það er ekkert nóg bara að setja fótinn þarna, maður þarf að halda alveg rosa spennu niður í fótinn til þess að hann einhvern veginn hvort sem að ná að smyrja á eða voljum, sko. Já. Ég ætla að segja bara að taka eina tilraun viðbót og svo bara... Já, getur á því. Já, hann er ekki búinn að gerast upp, hann heldur áfram. Nei, þetta var, já, smá. Þá erum við bara búin með leið nr. 1, er það ekki? Jú, og hérna þá fyrir við að sjá leið nr. 4. Nákvæmlega. Já. Þá er hérna Breki kominn í leið nr. 2. Sævar kominn í leið nr. 3 og Benedikt í leið nr. 4. Já. Og nú erum við að sjá hérna glænýja leið, sko. Og þetta er svona aðeins meiri samhæfingarleið. Já, smá hopp. Við þurfum að stökkva hann upp í miðjuna. Já. Og svo kemur svolítið svona tæknilegur endakafli, sko. Það sem eru lítið um grip og snýst svolítið að standa upp á hann fót þarna. Já. Svart og hvítur fót. Já. Og treyst honum. Hann er svona, hann er ekki alls staðar með áferð. Nei. Og Já, Benedikt tekur niður hérna. Og Breki
Beggi kominn vel á stað í leið nr. 2 og hann er að fara svolítið aðra leið heldur en við séð fólk nota. Venjulega hafa ekki margir verið að grípa í þetta greip. Nei, bara verið að fara beint í þennan. En hann lætur þetta einhvern veginn ganga. Já, spurning hvort það kosti hann meiri orku að hafa farið þessa. Já, þetta leit út til að vera nokkrar auka hreyfingar. Já, og ekki auðvöldar. Nei, alls ekki. Benedikt er hérna einmitt kominn í þessi lélegu greip í toppnum á leið nr. 4. Já, og Breki er að taka leið nr. 2. Já. Glæsilegt. Já, Benedikt datt bara hann snertilökugripið, en hann var það bara verið aðeins stöðugri að komast í þessa stöðu. Já. Og Sævar er að finna út úr byrjuninni í leið nr. 3. Það kom sér fyrir. Já, lítið vel út. Já, og hann er hann að nota bara viðnámið í veggnum. Smyrja bara í vegginn. Já. Þetta er veggur sem er með áferð, sko. Já. Þannig að það er svona aðeins hægt að mjólka út úr veggnum. Já. Hann er komin í miðju, fyrsta miðjan sem við sjáum með þessa leið. Já. En nú er spennandi að sjá hvað hann gerir í seinni hlutanum, sko. Já. Af því að það koma þarna einn kantur í viðbót og svo svolítið slópi. Og líka hann er með hægri hendinni, já, einmitt, það þarf að krossa til að ná í næsta, sko. Það er svolítið erfitt að unnvænda úr þessar stöðu. Og hvað? Benedikt komið í nei! Og hann með aðra hendir af loddgripinni. Já, svo nálægt þessu. En nær ekki að koma báðum höndum hérna á sína stjórn. Nei. En það er smá tíma eftir. Hann á alveg eina góða tilraun í viðbót. Já. Sævar er bara sestur niður, bara slagur, þetta er mikil orka sem fyrir þessa leið líka, eins og leið nr. 2. Já, það var líka einmitt svolítið löng tilraun, sko. Hann var vel lengi af því að og það bara... spenna lengi líka. Já, og maður er alveg að halda allan tímann. Mikið af hlutum sem maður þarf að finna út úr hérna á leiðinni, sko. En nú ætti hann að vera með góða hugmynd hvað hann þarf að gera til þess að halda hann áfram. Já. Þannig að hann getur vonandi bara keyrt í gegnum þetta og gefið þessum endi eina góða lokatilraun. Já, mínúta eftir á klukkunni. Benedikt kominn aftur í toppinn á leið nr. 4. Já. Grípur hérna í þessa nippu sem er eiginlega bara svona... Og er að vanda fótavinnuna líka. Já, hann er kominn með eina viti. Og þarf að hafa sér alla við að halda, já. Það stígar hérna upp með hérna og þessi toppur er náttúrulega alveg hrikalega lélegur. Já, þetta grip er svona nippa. Já. Það er eiginlega besta lýsingin, eða hvað, stein... Já, nákvæmlega. Steinvala. Það er bara svona... Nei, já, þetta er bara smá nippa. Já. Það er aðeins hægt að halda þetta en samt ekki mikið. Nei, en þú veist, þetta er bara eins og svona fremsta kjúkan á puttanum einhvern veginn. Þannig að maður þarf alltaf svolítið svona einhvern veginn að kreista með þumlinum eða eitthvað svona... Já. Svona kunst að halda í þessi grip, sko. Það eru svolítið skrýðin. Og 5 sekúndur eftir, hvað gerir hann? Hann var ekki í jafnvægi í byrjunin Klálega, Sævar að taka 30 sekúnda tempo. Já, og þá er Heimir kominn í leið nr. 2. Já, Daniel í leið nr. 3 og Eyjólfur í leið nr. 4. Já. Það byrja allir bara að busta. Já, ekkert að flýta sér. Þeir eru á nægan tíma. Ég ætla bara að passa að allt sé hreint og fínt. Já, það er betra, betra að eiga, þú veist, 2 frábærar tilraunir. Akkurat. Heldur en 4 er ekki mjög góð. Það er alveg virðið að setja þessar auka sekundur í bustið. Það er bara almennt þannig, sko. Þegar við erum heldur ekki með einhverja bustara hérna á milli klirrara, sko. Nei, þeir verða bara að sjá hann sjálfur. Já. Já. Eyjólfur leysir þetta vel, stígur hérna upp á byrjuninni og stekkur svo til miði. Já. Hann að sjá við þessi fótur er ekki frábær. Hann er svona svolítið fótur áttur, ef þú hættir að hugsa hann. Já, þá svíkur hann þig. Já, maður þarf alveg að... En þeir eru báðir komin í miðjurnar, Daniel og Heimir. Daniel matsar hann á miðjunni, þetta leikur út að vera... Já, þetta er ekki stórt grip og ég held að leiðismiðir hafa reynt að koma í veg fyrir að vera hægt að gera. Já, búið að blokka, það er bara vallapláss á einu hendi og Heimir dettur hérna í endanum á leið nr. 2. Já. Hvað gerir Daniel? Daniel bara náði einhvern veginn að matsa á þessari miðju og við komin í ansi góða stöðu, en þetta er ekki búið. Þetta er ekki búið þarna, nei. Nær fætinum út. Nú er þetta innan seilingar. Áfram. Og alla leið þarf að halda spennu. Já, þetta er ekki búið sem þetta er búið, sko. Nei. Mjög vel listi á honum. Já, glæsilegt toppur í Daniel. Eyjólfur
hérna líka að berjast við síðasta kaflan í hverju leiðinni. Já, hann alls ekki gefinn, sko. Þetta svona slappleið sem við kalla svona breyting á tempói. Það hratt hægt. Já, nákvæmlega. Þetta svona klassískt, sko. Þetta alltaf svona skemmtilega leiðir, sko. Já. Finnst mér allavega. Já, ég alveg sammála, sko. Gaman að klira og gaman að horfa á einhvern veginn. Já. Keppnin þurfa alveg að breyta Hann tekur þetta bara rose cross í gegn. Já. Nei, úff. Já, en það getur verið erfitt, þú veist, maður þarf svona að gíra sig upp í þessu fyrstu hreyfingu. Hún svona hröð og maður þarf að bara committa alveg rosalega hana. Og svo það hægja þér. Já, svo seinni kaflanum og þá einhvern veginn bara máttu varla anda og þú ert dottinn af veggnum, sko. Já. Þannig að það svona bara kunst að geta skipt þarna á milli bara. Já, Heimir fyrir aftur á stað núna tók bara góða hvíld. Já. Af því að hann veit alveg að hann getur þetta, að hann datt í síðasta gripinu. Nákvæmlega. Hann var alveg með þetta. Já. Þannig að ég held að það hafi bara verið með sniðið tjónum. Þannig að, en nú liggur svolítið mikið við Heimir. Ef hann ætlar að halda sig í baráttunni þá þarf hann eiginlega að toppa þessa leið núna. Já, það alveg rétt. Þannig að sjáum hvað hann gerir. Já. Hún að matcha þarna. Já. Eyjólfur að berjast við þetta Heimir í toppinn í leiðinni 2. Já. Það gerir Eyjólfur. Já. Já. Tökum toppinn. Mjög flott. Já, þetta tók alveg nokkra tilraunir að finna út úr þessu. Já. Og það var aðalega, sýndist mér hjá honum bara að finna, þetta bara snýrst að finna út úr fótunum. Já, af því að þú veist, þessi grip einhvern veginn ekkert mikið til þess að halda í, þannig að maður þarf að finna þessa líkamsstöðu sem leyfir manni að matsa án þess að maður getur sett of mikið þunga á hendurnar. Já. Og hann fann þá stöðu. Já. Þá var hann bara alveg öruggur í þessum topp, sko. Já. Og já, við erum með hérna, við erum bara toppar í öllum leiðum þessu randi. Já, þetta var Alveg. Og þá er líka, við sjáum ekkert meira af leið nr. 2. Nei, hún bara búin líka. Þá er bara komið að hérna, það koma næstu umferð. Og þá er Breki í leið nr. 3 og Sævar í leið nr. 4. Það byrja allir bara að bursta hérna. Já. Það er líka svona, þegar þú ert síðasti keppendunum inn, þá er búið að klifra svolítið á leiðinni. Það er alveg þess virði að bursta, sko. Já. Breki kominn á stað. Byrja vel að breka. Já. Og notar þarna viðnumið á veggnum. Nú er spurning hvað hann gerir. Hann er komin í miðju. Sjáum að Daniel matsaði svona, en Daniel var að vísa með vinstri hælkrók þegar hann matsaði. Já. Spurning hvort að, jú, hann lætur þetta virka svona. Og finnur hælkrókinn. En svo er ekkert, já. Og hvað gerir hann nú? Nú þarf hann að koma fætinum út til hægri. Já. Spurning hvort að það takist. Já. Þetta er bara flýgur áfram hjá honum. Heldur betur, hann er bara komin í toppinn. Nú þarf hann bara að matsa. Sem hann gerir. Já. Toppir að breka. Fráðurlist. Sævar ennþá aðeins, jú, neglir þessa fyrstu hreyfingu núna. Tökum við hérna. Þriðja eða fjórðu tilraun, held ég. Þá er bara að hægja á sér fyrir restina. Og þá er spurning hvort hann hafi sko nægan tíma til þess að finna út úr þessum seinni hluta. Af því að hann þurfti alveg nokkra tilraunir til þess að komast upp úr byrjunni. Já, það er spurning. Svona vandar aðeins málið fyrir hann, sko, af því að þú veist, við erum svona 2 bundupróbar og ef maður eyðir of miklum tíma í að finna út úr fyrirpróbanum, það hefur minni tíma í seinni hlutum, sko. Og nú er það líklegt að ná alltaf þessu fyrstu hreyfingu, þetta er svolítið svona lærð hreyfing. Algjörlega. Þannig að hann ætti
þetta var komið með það á hreinu. Nú bara spurning hvort hann á að púsla saman seinna hlutunum innan tímans, sko. Já. Finnur hann að góða staðinn á gráagripinu, draugagripinu. Já, nákvæmlega. Eins og það er kallað, The Ghost eða Ghost. Hann er svona ekki alveg að, Jú, nú þannig að þetta er samt sko þessi nibba þarna sem að er erfið. Já. Það gæti gengið. Þetta er bara að ganga, ekki það. Hann þurfti bara, hvað, 2 tilraunir í seinni hlutann eða eitthvað? Já, þetta var bara í annarri tilraun með seinni hlutann. Þetta er æsispennandi. Það er hellingur á toppum í þessum úrslitum, en rosalega misjafnt hversu margar tilraunir keppnir þurfa. Já, nú bara er ég ekki átta mig ekki alveg á því hvernig staðan er. Nei, ég er bara á sama stað. Við erum ekki búin að skrifa þetta hjá okkur ná vel. Nei. Þessum annars. Já, kom okkur fyrir ykkur hérna systemi. En það eru nú dómarar hérna niðri sem sjá að telja þetta allt saman. Já, Jóhann yfirdómari erum að koma sér til skila til. Já, fylgist með þessu öllu. Þá fer bara að styttast í annan endan hérna á þessari keppni. Sævar stígur á sviði, hann er búinn með allar sína 4 leiðir sem hann toppaði allar. Þannig að hann er búinn að setja smá pressu hérna á Daniel og Heimi. Þeir þurfa þá líka að toppa þegar þeir ætla að eiga séns í toppartuna. Heimir er þá núna komin í 3. leiðina og Daniel í þá 4. Já. Þannig að nú fer þetta að vera svolítið spurning tilraunir. Af því að það eru margir sem eru búin að vera að toppa 3 eða 4 leiðir. Já. Og Sævar með 4 toppa. Þannig að sko Daniel og Heimir þurfa þá að toppa allar 4 leiðirnar til þess að halda í við hann og þá fer þetta bara að snúast tilraunir í toppna sko, eða í stíginn. Já, í stíginn, einmitt. Þannig að það skiptir hver tilraun hérna máli í þessum seinni hluta. Og Daniel er alveg bara að láta hverja tilraun telja. Það fer bara í fyrstu tilraun upp í miðju. Hún er komin í góða stöðu fyrir toppinn. Nei, og þar flýgur fóturinn bara af. En hann var allavega alveg að dreifla þessum fæti. Já. En hann getur spýtt manni af þessi fótur sko. Það er bara þannig. Já, og Heimir er að finna, hann er svona aðeins að eiga erfitt með að finna byrjunarstöðuna í 3. leiðinni. Nákvæmlega, þetta er búið að vera skiptast svolítið á milli sko. Sumir hafa bara labbað upp svo byrjun og svo aðrir sem hafa aðeins lent í smá vandræðum með hana. Já. Hún er þannig eiginlega bara að setja alveg lófan á gripið sko. Já. Daniel er komin aftur upp í miðjuna. Sjáum hvað hann gerir í lokin. Hvort hann reyna að staðsetja hægri fótinn eitthvað eins betur. Oj, flýgur hann aftur af. Heimir er komin í miðju, fann út af sér byrjun. Hann fer í saman betta á allir hringir og mattsar hérna á miðjunni. Já. Sem er alveg hrikalegt sko. Já. Það er alveg svakalegt. Það er ekkert pláss á þessu gripi sko. Nei. Ég er bara fann að velta fyrir mig hvað hérna. Já, Heimir. Missir hann að hælinn. Þetta var skemmtileg lausn samt. Hann fer hérna neglir út með hægri og svo hratt upp með tanna til þess að reyna að berga sér. Já. Þetta er áhugavert með Heimi að hann er að keppa upp fyrir sig í aldursflokki. Það er þannig. Þannig að hún var að ganga mjög vel. Já, algjörlega. Bara. Hvað gerir Daniel? Daniel að finna stöðuna. Já, fannst það góð? Já. Þetta er komin. Glögg fyrir því, með 1,5 mínútu eftir. Já. Það var svona 14 okkur tilraunir hérna í seinni hlutann. Já. En hvað gerir Heimir nú? Fer aftur í matið. Út í kantinn. Ætlum að setja tanna hérna fyrst núna eða reyna eftir að gera þetta hratt? Nei, bara stígur. Jú, hællinn kominn. Hælinn.
Já, neglir út. snæri halda og þar svo núna að losa þetta Já, nú og er hann í. vinda ofan að þessu. Þessi hæll er nefnilega svolítið að halda honum á veggnum þarna, en ef hann sleppir hælnum, nákvæmlega, þá er þetta orðið svolítið stremmistaða. Já. Heyrðu, hann bara nálgast toppinn. Og það er toppur. Hálf mínúti eftir á klukkunni. Það er bara 2 toppar komnir í hús. Þetta er æsispennandi. Ég var að heyra frá yfir dómara mótsins að við munum fá aðgang að stigunum eftir örskamma stund. Mjög gott. Þá getum við aðeins farið yfir stöðuna. Já, við getum áttað fyrir aðeins betur á því hvað er að gera eftir hérna. Já, það verður samt sem áður bara óstaðfest úrslit. Akkúrat. Bráðabirja niðurstöðurnar sem við fáum aðgang að. Ég veit ekki til þess að það hafi verið eitthvað áfrýjanlegt sem hefur gerst, eða svona sem ég tekið eftir, sko. Nei, þetta búið að vera bara svona nokkuð eftir bókinni, held ég. Það var bara einlega eftir. Jæja. Og þá var næst síðasta klirraðan í dag. Já, og bara einn keppandi eftir á veggnum. Já. Það er þá bara Breki Einarsson sem fyrir til liðnum 4. Hann er búinn að toppa allar 3 leiðirnar, þannig að hann er í ansi góðri stöðu Mjög góðri að stöðu. enda hér á palli. Og svo er þá bara Heimir sem á eftir að koma hérna á eftir honum í þessa síðustu leið. Já. Hvað gerir Breki? Fyrir upp í við, ekkert mál. Spurning hvernig hann leysir úr þessum seinni hluta. Já. Breki kominn í næst síðasta gripið. En við erum búin að sjá að það er ekki gefins að matta á þessum topp. Breki fyrir leiknum þar. Glæsilegu toppur. 3 mínútur eftir á tímanum. Já. Þurfti ekkert allan tíman. Nei. Og já, við erum að yngra augnablik eftir stigastöðuna, þetta er alltaf að koma. Já, það er alltaf að gerast. En ég myndi segja samt sko að að dreifingin er samt ágætlega góð. En svo er mitt bara tilraunir sem að munar hérna í efstu. Algjörlega. Já, nú þurfum við bara að bíða 2 mínútur Já, áður en Heimir stígur úr þokk. akkurat. Ég svona, mér sýnist það að Daniel sé, já, svona, já, það er ekki komin stig, við erum ekki komið að stigin úr 4. leiðinni. Nei, en við vitum Eftir, ef við skoðum bara stigin úr fyrstu 3 búldurunum, já, að þá leiðir Daniel og bara hann, já, náði öllum í fyrstu tilraun. já, fyrstu 3 leiðirnar, fyrstu tilraun. Já, þar á eftir er Breki, hann þurfti fleiri tilraunir í fyrsta og svo Heimir í 3. Akkúrat. Svo þegar við fáum, svo fáum við stigin úr þessari 4. sem að, Já, ég er nokkuð sem að Breki hafi núna tekið síðustu leiðina í fyrstu tilraun. Já, Daniel var ekki í fyrstu tilraun þar. Nei, hann datt alveg þó nokkru sinnum. Já, þannig að það Hann brann nokkur sinnum á fætinum. Það var alveg kannski 4. og 5. tilraun hjá honum. Já, þannig að þar þeir getur víxlast þar. Já, það er allt í járnum hér. Allt í járnum og svo eftir að sjá Heimi. Nákvæmlega. Já, það var svolítið það mikilvægt fyrir Breka að ná þessari leið í fyrstu tilraun. Já, mjög mikilvægt. Þetta er bara hörð barátta þessi fyrstu 3 sæti. Já, það er rosalega mjótt á munum þarna í efstu 3 sætunum. Já, af því að Heimir kemur síðan bara, já, þannig að eftir fyrstu 3 þá er það Daniel með 75 stig, Breki 74,7 og Heimir með 74,5.
Já, það er náttúrulega engin munur þarna, sko. Nei. Og ég myndi segja að mér finnst Heimir oft góður í svona búldurum eins og fjórðir. Já, kemur ekkert á óvart að hann myndi fara létt með hana, sko. Hann gæti alveg farið það í fyrstu tilraun. Það er bara alveg möguleiki, sko. Þá flækjast málin aðeins. Já, þetta verður bara ansi mjög með hennum. Þá fáum við síðasta keppanda hér í úrslitum U17 karlaflokks Íslandsmeistaramótinu 2026 til leiks. Það er hann Heimir Steinn Silvansson. Já. Og hann er á palli eins og er. Já. En það gæti skipt máli hérna í hvaða tilraun, sko, já, annars vegar einmitt, hvort hann þarf allavega að ná miðju til þess að tryggja sér pallinn, sko. Já, af því að Sævar er með 3 toppa og 1 miðju. Já. Og svo ef hann toppar þá fer þetta að skipta máli upp á tilraunir, hvernig eftir 3 sætin raðast. Já. Þannig að það er ansi mikið í húfi hér. Já, heyrðu, miðjan í fyrstu tilraun allavega, það myndi ég segja að mér sýnist að það verður bara nokkurn veginn tryggja hann í... Já. Svona nálægt ég allavega að tryggja pallinn. Já, ég held það. En eins og þú segir, hann lítur út fyrir að bara fara létt með þetta, sko. Já, ekkert smá. Ok, þannig að hann er búinn að tryggja sig einan pall. Hann er búinn að tryggja sig einan pall. Já. En hvernig pallurinn er að raðast, það er ekki alveg ljóst, sko. Nei. Og þá er bara lokið hérna, keppendur allir búin að vera að klifra. Já. Og þá eru bara dómarar að störfum að finna út úr niðurstöðunum. Nákvæmlega, þannig að nú bara bíðum við spennt eftir því og tilkynum úrslit þá bara von bráðar og þau munu svo auðvitað líka öll koma inn á heimasíðu Klippingasambandsins þar sem allar upplýsingar mótið er að finna ásamt allir niðurstöðum. Akkurát. Herri, og við bara þökkum fyrir áhorfið. Takk fyrir viljið.